Fjórða atriðið, það eru Bretarnir. Það eru Bretarnir. Sko, okkur var komið upp á móti Bretanum og þessari hugmyndum þess að glæst útrás var nú mikið byggð á national romantík, að Íslendingar væri ofmenni. Þjóðins rembingi. Já, þjóðins rembingi. Og en auðvitað eru Bretar á sama bátu við. Breskur almenningur, það var farið nákvæmlega eins með þá eins og okkur. Og við eigum að gera þetta bandamönnum okkar. Og við eigum bara að segja, þið getið valið, við fáum þetta greitt einhvern tímann seint og síðan með þurfum efna á því, eða bara þið reynið bara sjálfir að sækja þetta í hendur þeirra manna sem að snuðu ykkur þennan pening. Og við eigum að, þeirra tilfinningar er að við ætlum að halda hlífiskildi yfir okkar fjármálamenn, af því að við erum tengdir í pólitík. En við eigum bara að segja, við hjálpum ykkur með öllum hugsanlega ráðum til þess að opna þessi mál, þið fá allar upplýsingar sem ykkur vantar og þið fáðu að komast í bókhaldi og svo framvegis. Og þið getið bara, þeir hafa miklu meiri ítök á Jómfrúreyjum til dæmis heldur en við. Þú meina að þeir geti sátt upplýsingar fyrir okkur þangað? Ekki fyrir okkur, fyrir sig. Og fyrir sig þeir eru bara að ná í peningum. Þú meina að við höfum sameiginlega málstað með þeim? Við höfum sameiginlega málstað, svo getum við sagt, ef þið náu ekki öllum þessu, þá getum við borga restin af ISAVE-reikningunum og EDS-reikningunum. En ég hugsa að þeir bara láta þá verða þess að vinna fyrir okkur og sig. Já, svo erum við komin að hlut endurskoðunarskrifstofuna og þá erum við komin svona dálítið út nálægt þessu fræga Enron dæmi að Ísland sem einhvers konar Enron. Já, þetta sem sé allt hvernig við getum fengið fleiri í lið með okkur að ná þessum peningum tilbaka. Og fimmta atriðið sem sé þegar Enron féll, fyrsta lagi voru menn sem sé handjárnaði daginn eftir en það er ekki beðið í ár og þá spyrir menn hvaða endurskoðendur skrifa upp á svona akrobatík, svona loftfimleika, bókhaldsloftfimleika og það kom í ljós að það var endurskoðunarfyrirtæki Andersen Consulting og það fór bara á hausinn, það treystiði mig ekki lengur og þú veist að Ísland og Íslands fjármálalíf þetta verður skammarirði erlendis og þessar endurskoðunarskrifstofur erlendum sem að Íslendingar nota nöfnum þeirra ef það kemst í hámæli að þeir hafi skrifað undir alla efnahagsvilsn á Íslandi þá eru þeir bara í vondum málum. Það getur skaðað mannorð þeirra. Þannig að við eigum að bara setjast niður og semja við þá og segja komið þið og hreinsið til eins vel og þið getið hér á Íslandi og segja okkur hvort að þeir menn sem þið lánuðu nafni ykkar til voru að vinna vinnuna sína og þá skulum við passa upp á að þetta fari ekki í hámæli. En við höfum taka á endurskoðunarskrifstofum? Ég held að við höfum taka á erlendu endurskoðunarskrifstofum sem er að lána íslensku endurskoðunarskrifstofunum nafni sín. Af því að þetta kemur sem sé eins og við ræddum áðan, fyrst og fremst að það er hægt að setja viðskiptavíld og ódýrslega reiknis og svo liðlega á reikningana. Sjötta atriðið, þar talar financial predators, fjármála rándýr. Og hvernig ég að nálgast sem sagt... Það verður að greina á milli auðmanna sem er í því að setja peningarnir í framleiðslu og verðmætasköpun. En það snýst ekkert fjármál í heiminum í dag. Það eru smápeningar. Aðalpeningarnir eru í því að það er að breyta hlutabrifum og skuldabrifum í kasínópeninga, í spilavítispeninga. Og þetta er allt veðmál. Ég veði á að Landsbankinn, hann muni lækka og er einhver til að veðja móti mér að muni hækka. Eða ég veði á íslenskar krónum muni falla, hver er til að veðja móti mér að muni styrkjast. Og þetta er fjármálastarfsemi sem gefur aldrei neitt arð og gefur engan auð, er einskis virði fyrir þjóðina. Eins og Gunnar var að lýsa hér áðan. Já, og aðeins þeir vinna sem að hafa meiri upplýsingar, eins og eigendur bankana til dæmis. Og til dæmis þeirra Bretar, það var gífurleg stéttaskipting í Bretlandi og menn voru ofsalega reiði þegar sem sé verkamannaflokkurinn náði fyrst völdum og þeir náðu að jafna, náðu peningunum tilbaka með sköttum. Ég sting til dæmis upp á því að við getum sagt að það veri 90% skattur á arði fengnum af framvirkum samningum, svona þessum veðmálum sem að engu skila, engri framleið skila. Eða við getum sagt 50% eignaskattur á auði fengnum af með svona fjármála akrobatík. Við verðum að skilja á milli peningar sem er notað til framleiðslu og verðmætasköpunar og peningar sem er notið í veðmál. Alltaf peninga. Síðasta atriðið það er sjálftakan. Það var algjörlega á hreinu þegar sparisjóður voru stofnaðir, þetta voru hugsjónafyrirtæki. Fólk í minni sveit það lagði inn í sparisjóðum þó það væri lægri vextir vegna þess að þetta var til hagsældar samfélaginu. En svo eru auðmenni með svo opbáslega sterkt tök á fjölmiðlunum, þeir eru bara búin að heila þó þjóðina að við eigum þessar peninga, þið eigið þá ekki og eitthvað á að finnast það eðlilegt. Og þarna eru 10 og sennilega 100 milljarðar af fé sem almenningur á. Og það er á bara að ná í þetta, láta sjálftökuna ganga tilbaka. Já,
Þetta eru 7 atriði sem þú leggur upp til að afstýra kreppuna á Íslandi eða vinna eftir og náttúrulega til grundvallar þess það að við almenningur geti í rauninni ekki staðið skil á þessum skuldum. Já, og almenningur getur ekki staðið skil og það er líka sárt fyrir almenning að finnast að hann geti ekki gert neitt. Hann á bara að leggjast niður á strætinu meðan skriðdrekarnir valta yfir fólk. Fólk verður að fá að rísa upp og fá að berjast og reyna hvort að þið getur ekki sótt rétt sín. Þú ert náttúrulega geðlæknir. Hvernig eiga menn hvernig eiga menn að bregðast við? Þetta er náttúrulega það er ákveðin streyti í gangi í samfélaginu. Já. Ég meina, hvernig eigum við að fá henni útrás? Já, fyrsta lagi erlendis þá er lagt mikið på því að læknar taki þátt í umræðum samfélagsmein sem áhrif á heilsu fólks. Og það er allir saman að það að kreppa og streita, það hefur mjög slæm áhrif á heilsu fólks. Og það voru hér Bretar, eins og Lancet sem virkilega endurtóku það að læknar verða að vera samfélagslega virkir. Til dæmis fóru þeir sjálfur til Írak og skoðuðu dánatöluna sjálfur. Mjög óþokk ráðamanna. Og varðandi heilsuna, fyrsta lagi þá þurfum við upplýsingar. Þetta er alveg að vera búið? Já. Virkilega góðar upplýsingar. Öðru lagi að áfallið er miklu meira ef þetta er áfall af mannaveldum heldur en ef þetta væri jarðskjálftar eða flóðbylgjur eða eldgos. Við þurfum að vita hvort þetta var eitthvað náttúrulega mál eða hvort það var einhver sem gerði þetta með galopin augun. Og í þriðja, ef það er þannig að þá hefur það sýnt sig að fólk líður ekki betur í sálinu sinni fyrir en þeim finnst að réttlætun hafi verið fullnægt. Andrés, ég þakka þér fyrir að koma í þáttunni til búið í dag. Þakka þér fyrir að koma. Takk ykkur kærlega fyrir að horfa.